Já, velkomin á Rauða borðinu á 50. Það margt í boði í kvöld. Hérna í lok þáttarins tala ég við Jóhannes Hraunfjörð Karlsson sem að rannsaka eiginlega skattasögu Íslands og það sem var merkilegt við þær rannsóknir var að það kemur fram að það eiginlega kerfisbundið reynt að halda niður í skattaeftirliti til hvers? Til að stórfyrirtæki, auðvigi fjármagnseigendur þurfi ekki að þola of mikið eftirlit og þetta einn af aðalástæðunum fyrir því að það mikið af skattsvikum. Ég reikna með að ég spurði líka Jóhannes að því vegna þess að þessi ritgerð frábær hjá honum og við munum deila henni hérna á samstöðinni, hvort að það hafi kannski orðið honum svona fjötur fót í lífinu að hafa valið sér þetta efni því að þetta beinist eiginlega svona að kjarna kerfisins og hvernig það notað fyrir hinn ríku, hvort að við þurft að líða fyrir það ævinni hafa valið þetta efni og fjalla svona vel það. Hérna kemur líka Sara María Júlíusdóttir, hún hérna, við ætlum að ræða hugvíkandi efni, meðal sveppi og eitthvað fleira. Hún búin að stofna félag utan þetta, hvernig þetta að nota hugvíkandi efni til þess að glíma við áföll og geðraskanir og fleira og hún að undirbúa ráðstefnu sem verður hérna snemma á næsta ári. Þar sem að mæta eiginlega bara landsliðið eða heimsliðið í þessu málum. Það bara ótrúlegt setup á ráðstefnu. Við ætla að forvitnast þetta hjá henni. Hérna á eftir kemur líka Halldór Árnason. Hann hefur verið að skrifa grein að það væri komin tími til þess að aðgreina neysluvísitöluna og hafa sérstaklega neysluvísitölu fyrir eyðslu láglaunafólks því hún öðruvísi heldur en fólk almennt ef að fólk hefur áhuga á því að vera með varnir gagnvart áhrifum dýrtíðarinnar á láglaunafólk. En við byrjum á fréttum dagsins eins og vanalega. Hvað býður upp á? Hvað hlýðum? Það helst búið að vera fréttum þessa hryðjuverkaárás eða skipulögðu reynda hryðjuverkaárás sem að lögreglan segist hafa komið í veg fyrir. Það mjög óljóst hverju stóð á bak við þetta en það var eitt sem að mér standa svolítið út að forsætisráðherrann var spurð hvort að henni hefði borist persónulegar hótanir og hún sagðist ekki geta svarað því á þessi stigi málsins. Hún náttúrulega yfir þjóðaröryggisráði þannig að já, það mun meira komið ljós. Heimildamenn Stundarinnar halda fram að þetta séu þessi menn sem að lögreglan handtók séu kannski tengdir inn í einhverja öfga hægri hreyfingar á Norðurlöndunum og það náttúrulega helst sem manni dettur þá í hugur Norðurvígi þekkta norræna andspyrnuhreyfingin en það vonandi kemur eitthvað meira í ljós. Sem hafa verið að líma merkin sín svona ljósastöra hér og þar. Já, og kom hérna, minnur hafi verið 2016 sem að það komu inn sænskir Norðurvíksmenn og héldu fund á Lækjartorgi þar sem það voru að dreifa hatri í rauninni, en lukkulega voru mótmæli á mótið þeim daginn eftir, andfasísk svona mótmæli sem að gaman að sjá, mætti 200 þangað. En svo meira að gerast í Íran að það eru stórar mótmæla bylgjur í gangi þar sem að spruttu upp af því að það dó ung kona í gæsluvarðhaldi lögreglunar og mótmælendur vilja meina að hún hafi bara verið barin til dauða af lögreglunni og nýji forsætisráðherrann sem sagt hvað heitir hann, Írinn kann nú ekki alveg að bera þetta fram en hann svona hardline íhaldsmaður. Hann búin að herða lög gegn því að konur séu að klæða sig vittlaust í hijab sjölin sín eða fara svona vanvirðilega með þau og hún var handtekin sem sagt fyrir það og hún aðgerðarsinni og hefur verið og þannig að það ekki rostur í Íran. Já. Og hvað að setja sig við þetta? Fólk bæði að berast gegn ríkisstjórninni en líka það svona kvenréttinda barátta í gangi greinilega og núna bara nýlega út af því að þessi mótmæli að stigmagnast að þá eru yfirvöld búin að loka á internetið á ýmsum svæðum og þeir eru búin að loka á WhatsApp og Instagram sem eru forrit sem fólk getur notað til þess að komast fram hjá ríkinu og við erum með nokkur myndbönd og þetta víst bara almenn sjón nokkuð götur Íran núna ef við byrjum á þess að sem að öryggisliða eða bara íhaldsmenn sem eru komnir í svona mótmæli. Hvítliða eins og verið kallað. Og það svona slagorð mótmælana hefur orðið konur, líf, frelsi en hérna sjáum við konur sem að klippa hárið sitt og að syngja söng til að minnast þessarar stelpu sem að dó og þetta líklega ástæðan fyrir því að stjórnvöld hafa lokað á WhatsApp af því að þetta búið að trenda alveg rosalega fólk að gera þetta til að sýna stuðning og konur stjórnvöld vilja konur sem sítt hár
Já, og séu með hijab og það skuli ekki dyrfast að klæða sér rámt með hijabið, sko. En þarna bara maður eiginlega, þú veist, hvað getur maður gert? Maður vonar bara að það degi ekki margir í núna því að síðast það voru mótmæla alda í Íran 2016-18 og því bili að þegar það var lokað á netið að það fóru öryggisveitirnar og drápu ófáa mótmælendur, sko. Þannig að þau gera það í myrkrinu, sko. En vonandi finnur fólk leið til þess að mótmæla. Já, og ná fram einhverju breytingum á þessu samfélagi, það ekki veitir af. Og það mjög erfitt fyrir yfirvöld að halda í við tæknina, það þetta að þróa ný forrit og koma einhverju þannig áleiðis, maður vonar að, maður senda þeim kveðju. En svo eru kosningar á Ítalíu helgina og bræður Ítalíu, flokkur Meloni, þeir eru að mælast með 25% fylgi, þannig að það er mjög líklegt að þeir fái sigur og bítum þar. Mjög líklegt að hægrið bara mali þetta. Já. Þau eru með svona helminginn af fylginu. En það eru kosningarnir þannig að þau bjóða fram saman í svona blokkum. Það bræður Ítalíu eru með Norðurbandalaginu hjá Salvini og Fossa Italia hjá Berlusconi og þau eru sko langt í miðað við kannanir. Það er ekki gerða kannanir svona síðustu dagina fyrir kosningarnar á Ítalíu, en þau eru langt fyrir ofan það að ná meirihluta og þá verður Meloni líklega forsætisráðherra og það er svona áleika tíðindi og hvað er að segja, að Le Pen myndi vinna forsetakosningar í Frakklandi. Já, eða að Svíþjóðademókratar eru með forsætisráðuneytið í Svíþjóð. Eða Farage forsætisráðherra Bretlands. Þetta verður aftur að hafa gríðarlega áhrif, þetta er líka áhrif langt út fyrir það, hún er mjög tengd inn í svona nýja hægrið, Meloni, tengd við Orbán og Trump og það hefur verið svolítið svona mjúk við Putin, hún hefur verið gagnrýnd mikið fyrir það og verið svona kannski aðeins öðru sér samskipti á milli Ítalíu og Rússlands en hafa verið, maður heyrir það líka. Já, ég veit ekki hvað það hafi áhrif á eitthvað á stríði, sko. Ég held að það sé ekki möguleiki fyrir Ítalíu að fara að styðja Putin, ég held að það sé ekki verið gerst. Nei. En hún er með sömu stefnu og hann í flestum málum, hún er ekki með her og kjarnorku vopn og eitthvað slíkt og er ekki að fara í innrás eitthvað staðar, en hún er á móti, þetta dregur úr borgaralegum réttindum fólks og keyrir á þjóðernishyggju og bara sama átt á Putin. Mjög líkt Sameinuðu Rússlandi flokks Putins. Þetta er það sem er að rísa upp í pólitíkinni á Vesturlöndum. Þetta er það sem að Svíþjóðdemókratar unnu kosningarnar í Svíþjóð. Maður vonar innilega að lýðræðislegar og sósíalískar hreyfingar muni rísa upp og mæta þessu einhvern veginn. Það virðist ekki vera eins og allavega. Ekki á Ítalíu. Ekki á Ítalíu. Það er reyndar sko stærsti flokkurinn sem er leiðir rauða bandalagið, að því að fimmstjörnuhreyfingin sem að flestir myndu segja að væri vinstri populísk hreyfing, hún vill ekki vera þar með. Samanlagt eru þessi flokkar með minna fylgi en hægrið, en stóri flokkur sem að leiðir, hann er raunverulega arftaki gamla kommunistaflokksins, en það er löngsaga til þess að útskýra það, að því að ítalski kommunistaflokkurinn var sérstakur. Kannski fjallum það nánar og höfum gert reyndar líka. Við höfum gert það, en við munum fjalla niðurstu kosningarnar á mánudaginn. En annars var líka í fréttum að Halla Gunnarsdóttir, framkvæmdastjóri ASÍ, hún segist ekki að snúa aftur til starfa þegar ný stjórn tekur við. Hún talar svolítið það að hún hafi komið hana til þess að vinna með Drífu Snædal. Hún líka segir að síðustu ár hafi einkennst af hatramri valdabaráttu og niðurrifi og að vinnuskilirinn hafi verið óbærileg. Þannig að við sjáum, maður veit ekki alveg hvað þetta snýst allt um. Ég held að við komum engum óvart að hún hætti. Nei. Að því að þetta er náttúrulega búið að vera hörð barátta og ég sá það, hún sagði að það hefði verið breyting, sko, fjöldauppsönninnar á skrifstofu Eflingar, en átaki voru löngu byrjuð þar, sko. Þannig að viðbröðin við þeim voru líka hluti af átökunum. En ég held að þetta kom engum óvart. En þessi átök halda áfram. Það hætta allir, það labba allir út með og skella hurðum og kalla eitthvað inn í salinn, sko. Þannig það er engin. Hún segir að þetta sé ekki gott fyrir verkalýðshreyfinguna á Íslandi og fyrir kjör launafólks, en ég get ekki séð að það sé rétt hjá henni með að við hvernig Ragnar og Sólveig hafa staðið sig að mann líst bara vel á að þau verða bara að sanna það með verku sínum. En ég held að það sé komið tími á það að nú komi verkin í verkalýðshreyfinguna og nú komi nógu orðum og heitþrengingum. Algjörlega.
En hérna einn síðasta frétt sem svona, ég veit ekki hvað maður á að eiginlega segja við þessu, en eins og Björk Guðmundsdóttir listakonan, hún var að segja frá að sem sagt á þingi Sameinuðu þjóðanna 2019 og á sama tíma og það muna fólk mann kannski eftir þegar Greta Thunberg ungi umhverfissinnin var að sigla yfir Atlantshafið á svona 6 skipi. Það var þannig að Björk sagði að Katrín hefði svikið sig, svo kom Katrín fram og sagði að þetta var eitthvað misskilningur og nú kemur Björk fram og segir hvað. Hún sagði að hún og Greta Thunberg voru sem sagt búin að undirbúa svona blaðamannafund eftir að Greta kæmi á skútunni og þau sameiginlega ætla að krefjast þess að stjórnvöld heimsins myndi lýsa yfir neyðarástandi í loftslagsmálum. Gera kröfur á stjórnmálafólkið. Fá svona ákveðin lög og lagaheimildir til þess að fara í þær aðgerðir sem þarf að fara í til þess að sporna við þessum breytingum. Hún fekk númerið hjá Katrínu einhvern veginn og sendi hann á SMS og sagði henni spurði hvort að hún vildi vera með þeim í þessu og lýsa yfir að skora á stjórnvöld heimsins að lýsa yfir neyðarástandi. Og Katrín segir þið getið bara aflýst þessum fundi af því að ég ætla að vera með ykkur og við kannski spilum bara klipp af Björk í Viðsjá í dag þar sem hún að segja frá þessu. Svaraði þá, það sem mér finnst kannski smá óheiðilegt sem Katrín gerði að hún hefði kannski átt að segja þarna nei, þetta aðeins svo djart fyrir mig, við stjórnvöld ætlum ekki að vera með en gangi ykkur vel eða eitthvað svona. Það sem hún sagði var, heyrðu, þið getið kanselera þessum blaðamannafundi, þið eru ekki að halda hennar blaðamannafund þegar ég ætla að lýsa þessu yfir hvort þið í ræðunum minni á Sameinuðu þjóðunum. Og þá sagði ég, treysti henni og sagði, ok, ég kanselera þá bara, ég var búin að undirbúa svolítið lengi hennar blaðamannafund og þá kansela ég bara mínum blaðamannafundi og síðan beið ég eftir ræðunni og þá sagði hún ekki neitt. Það sem ég svolítið óðugt frá henni var að hún hún hefði bara hægt að koma hreint fram og segja nei, við ætlum ekki að gera það og þá hefði við getað staðið við okkar plön. Já, maður finnst þetta nú frekar helviti lélegt ef þetta reynist rétt að ég meina þau hættu við blaðamannafundinn sem þau hefðu ætlað að gera en svo sá maður samt að þau héldu hann samt seinna eitthvað En fyrstu ummæli Bjarkar, maður skiluðu betur eftir að hlusta á þetta að þetta var alveg þveröfugt við það sem að þau héldu að Katrín var að gera þannig að skiljanlega voru þær sárar en svarið hjá Katrín var nefnilega svolítið svona eins og Björk var ekki alveg með þetta allt á hreinu en mér finnst þetta að vera mjög skýrt hjá Björk. Mér líka, þetta bara mjög skrítið mál. Já. Herðu, þá frétta yfirlitið búið að sinni, við ætlum að tala láglaunafólk og neyslu láglaunafólks eftir augnablik. Hann kominn inn Halldór Árnason, hann hagfræðingur og hann var að skrifa grein það að það veri mikilvægt að við myndum halda utan neyslu láglaunafólks til þess að geta metið áhrif verðbólgunnar á láglaunafólk vegna þess að það ekki alveg gefið að neysla láglaunafólks sé alveg eins og fólks almennt. Er þetta ekki ágætur inngangur hefur? Jú, þetta bara... Af hverju? Af hverju er þetta mikilvægt? Sko, þetta bara mikilvægt til þess að við getum verið að ræða hlutina út frá bara á réttum forsendum. Það alltaf verið að tala að það þurfa að standa sérstakan vörðum kjör láglaunafólks og svo verið að taka saman launaþróun mismunandi hópa og þar með talið lágtekjuhópa og bera allar þessar tölur saman við eina verðbólgutölu. Forsenda fyrir slíkri umræðu sú að allir séu eyða peningurinn sínum í það sama. Sem ekki. Sem að, þú veist, það sér bara hver maður
að lágtekjufólk sko, og þeir sem eru með lægstu launin eru náttúrulega ekki að eyða penningunum sínum í það sama og þeir sem eru bara millitekjufólk og hvað þá hátekjufólki sko. Og við höfum heyrt náttúrulega stjórnmálafólk og líka fólk í Seðlabankanum fyrir að segja undanförnum misserum að verðbólgan hitti náttúrulega verst þá sem að hafa lægstu tekjurnar. En það vantar eiginlega svona botnin í það, svona stjörnu á bakvið það og hvernig gerist það? Geturðu, er hægt að finna það út hvernig lágtekjufólk hvernig það eyðir sínum fáu krónum og síðan þeir sem hafa miklu meira umleikis? Ef það er hægt að gera það fyrir meðalmanneskjuna, þá er það hægt að, ég trúi ekki að það sé hægt að gera það fyrir lágtekjufólk sko. Það er bara, þetta byggir náttúrulega alltaf á einhverjum mötum, skilur, einhverjum nálgunum. Það er bara eðli tölfræði að það er verið að reyna að einfalda flókin veruleika. Ég er alveg fylgjandi því, ég er ekki ósammála aðferðafræðinni við að hafa eina samræmda launavísitölu og svo eina samræmda verðbólgutölu til þess að taka svona heildarmyndina. Það verður betra að geta kíkt þarna undir. Já, ef við ætlum að tala launaþróun mismunandi hópa. Já, við skoðum mismunandi launaþróun eftir starfsstéttum. Já, akkurat, en við skoðum ekki neyslu hegðun mismunandi hópa í þessu sama samhengi sko. En þú reyndir það? Já, ég reyndi það. Ég setti saman bara svona ímyndaða neyslukörfu fyrir dæmigerðan láglaunamann. Og ég bar það bara saman. Ég bara tók saman hvernig sú neyslukarfa þróaðist. Og það sem að maturinn vegur þyngra, það sem að húsnæðiskostnaður vegur þyngra. Já, ég segi að húsnæðiskostnaður og matarinnkaup séu 90% af neysluútgjöldum fólks. Hinn 10% þetta er ekkert vísindalega gert hjá mér sko, þetta er bara einhver ímyndun sko. Og ég segi hinn 10% dreifast bara svona eftir einhverju tilfinningu sko. Og það kom bara í ljós með þessar forsendur að sko frá því bara í maí 2021 held ég sé ekki að ljúga fyrir 1,5 ári. Já, fyrir 1,5 ári byrjaði sko þessi neyslukarfa, ímyndaða neyslukarfa að hækka meira heldur en vísitala neysluverðs. Þannig að verðbólgan bítur harðar þá sem eru með minna. Já, miðað við þessa forsendur. Þannig að þá eru bara venjuleg hinn dæmigeri láglaunamaður, ef við segjum sem svo, er búin að horfa fram á meiri kostnaðarhækkanir heldur en bara meðalmaður. Nú, sko, auðvitað er líka meðal, það er náttúrulega verið að tala alltaf launaþróun lágtekjufólks og hún hefur verið hagstæðari líka. Þannig ég bar þetta bara tvennt saman til þess að meta kaupmátt fyrir þessa hópa. Ég tók þessi 2 hópa fyrir sem eru þeir sem voru með lægsta miðgildi tekna reglulegra launa árið 2021. Sem er þá hvað verkafólk sem er kannski fólki sem er í Eflingu og svo afgreiðslu fólk og þjónustu og sölu sem sem eru með lægstu tekjurnar í VR. Það er ekki alveg þannig að ef fólk vil hafa eitthvað í huga. Jú, akkurat, ég myndi að segja að þetta sé ágætisnálgun og þetta eru þeir hópar sem tekjulægstu hóparnir sem að Hagstofan býr til launavísitölu fyrir. Þannig að þess vegna tók ég þessa 2 fyrir. Og ég tek bara ber saman launaþróun þessara hópa saman við þessa ímynduðu neyslukarfu og fæ það bara út mat á kaupmáttar þróun þeirra. Og ég er með undir tímabili frá janúar 2020 bara fram í júlí í ár og reyndar eru síðustu 2 mánuðinni byggðir á spá sem ég geri vegna þess að það er ekki til sko launavísitalan fyrir mismunandi hópa nema bara til maí. Já, hún endar í maí en launavísitalan var allan marka. En þú getur áætlað eitthvað núna vegna þess að kauphækkanir eru komna fram, hagvaxtaraukin, hann hefur komið fram í maí. Byrjun apríl. Skattabreytingarnar áramótin, ég veit ekki út að þær eru með inn í þessu. Nei, ég er nefnilega til einföldunar vegna þess að Hagstofan heldur ekki utan ráðstöfunartekjur sérstaklega á sama formi og þessa tölu sem ég er með hér, þá er þetta bara kaupmáttur launa en ekki ráðstöfunartekna, en það er í sjálfu sér mikilvægara að kanna þetta kaupmáttur ráðstöfunartekna og eins og ég tek hérna fram í greininni sko, þetta er bara æfing, ég er ekki það er ekkert vísindalegt. Þú ert að benda á þörfina að gera þetta og þú mátt ekki gera á lítið úr sem þú ert að gera. Nei, alls ekki svona menntuð ágiskun er bara mjög hæf í umræðu þegar ekki er annað í boði. Já, nákvæmlega. Og hver er þá þróunin frá maí? Sko, frá því maí frá því í raun og veru september 2021 fyrir árið síðan. Já, fyrir árið síðan, hefur sko kaupmáttarþróun þessara lágtekjuhópa tveggja sem tek fyrir með þessa forsendur sem gefið verið lakari heldur meðalmannsins.
og það bara, finnst mér frekar áhugavert og ef við tökum síðan sjáum að frá því janúar kaupmáttur þjónustufólks sem annar hópur sem tek fyrir byrjaði að draga saman í janúar á þessu ári. Það búið að halda því fram að lágtekjufólk njóti ennþá kaupmáttaraukningar á meðan meðalmaðurinn ekki að því bara því að það þessi mæliskekkja sem við nefndum í byrjun. Þannig að og miðað við þessa gefnu forsendur. Ég veit ekkert hvernig neyslukarar myndi líta út á endanum, skilurðu, enda, eins og ég segi, Hagstofan ætti bara að gera það. En það þyrfti að finna þetta, því að þeir sem að stýra þjóðarskútunni, þeir ætti að hafa þess að mæla í mælaborðinu, sérstaklega þegar þeir eru sjálfur að segja að þeir ætla að verja sérstaklega láglaunafólkið, að þá verður náttúrulega að hafa mæli á það fólk. Algjörlega, og það bara einmitt það sem ég að benda á, þegar þú ert að ræða mikilvæg málefni, þá þarf það að gera á réttum forsendum og með réttu gögnin, skilur, þú ert að nota gögn og sem að miða því að ræða akkurat þau mál, skilur, ekki bara nota mat og möt og nálganir, auðvitað allt mat og nálgun, skilur, þegar kemur að tölfræði, en þú getur reynt að komast nær veruleikanum með því að gera það sem ég að leggja til hér, Því að raunverulega ef út með þessa mæli bara launavísitöluna og bara almenna neysluvísitölu að þá ertu kannski ekki, það er ekki bestu tækin til þess að búa til aðgerðir sem að miða sérstaklega því að draga úr áhrifum verðbólgunar á lægstu laun. Akkurat, nákvæmlega, ég myndi bara, ég tek undir það er alveg rétt. Og jafnvel þó og síðustu myndinni hérna í greinu minni kemur fram að raungildi kaupmáttar þessa lágtekjuhópa er ennþá hærri heldur en meðalmannsins vegna þess að kaupmáttarþróunin á fyrri hluta tímabilinu sem ég tek fyrir er hagstæðari lágtekjufólki með þessar forsendur en það er þetta bara vekur ég vona það allavega að þetta veki fólk til umhugsunar það að bara ég myndi að vera að nota réttu mælitækin skilur Vistu við það? Frábær grein hjá þér og hvatning til þess að við fáum almennilega mælitæki til þess að stjórnmálamenn geti staðið við það sem þeir eru alltaf að segjast ætla að gera. Það er að draga úr áhrifum verðbólgunar á þá sem eru standa veikast fyrir þeir sem eru með lægstu launin. Og það fylgdu grein Halldórs mörg gröf og við munum ganga frá þessu inn á samstöðu.is þar sem að fólk getur skoða þetta nánar. En framundan eru hugvíkandi efni, hugvíkandi félag og hugvíkandi ráðstefna. Augnablik. Föllum og geðröskunum og bara til að hjálpa fólki.
og mér langar að spjalla þessu hérna, blessuð, velkomin. Hæ, takk fyrir. Herðu, þetta náttúrulega spennandi mál og svona sveifla í heiminum þetta. Hvenær fórst þú að hugsa hugvíkandi efni, sveppi og sýru og hvað þetta heitir alltaf? Já, sko, hvenær fór ég að hugsa það? Það náttúrulega mjög langt síðan ég fór að hugsa það. Já. Ég fór að hugsa ayahuasca fyrst. Já. Það bara verið svona 2000 ég veit ekki, 9, eitthvað svolítið 8-9. Þegar það var að koma hingað heim Já. Kynntist þú út í heim eða? Þegar það var að koma hingað heim. Og þá fór ég fyrst að hugsa það. En á hverju? Hvað er þú að leita að einhverju svona lausnum? Mér fannst það bara merkilegt og spennandi og það sem maður svona heyrði fólk segja, hljómaði virkilega spennandi og hérna, já. En ayahuasca fyrir þá sem ekki vita, hvað er það? Ayahuasca drykkur úr Amazonskóginum, svona, ef ég tala bara svona einfalt og þá þetta drykkur úr Amazonskóginum sem blandaður úr 2 mismunandi jurtum, annað lauf og hitt í rauninni svona vafnings, róta, börkur og það soðið saman og þegar þessar 2 mismunandi plöntur eru soðnar saman, þá verður þessi drykkur ayahuasca sem er með mikið af DMT í. Og DMT-ið hjálpar okkur eða leyfir okkur að upplifa þessar upplifanir sem að... Hvað er DMT? Er það til í ykkur öðru formi sem við getum kannast við? DMT í öllu. Það mikið DMT í appelsinu til dæmis og það sagt að þessi DMT í okkur og í eiginlega bara öllu lifandi. En DMT líka ólöglegt, það er svolítið merkilegt. En þegar við borðum appelsínur þá eru magasýrur sem að brjóta niður DMT-ið. Þannig við finnum ekki áhrifin. En eins og ayahuasca þá í laufinu efni sem að blokkar að magasýrurnar brjóti niður og og það fær þetta upp í heila og gera hvað? Inn í blóðrásina og gera hvað? Hefur þú pröfað? Já. Og hvað gerist? Það er eiginlega jafn misjafnt að vera mörg en það sem að gerist að hugvíkandi fólk kemst í hugvíkandi ástand og sér sýnir sko, já, það sér upplifir sjálfa sig öðruvísi í alheiminum. Fólk upplifir, sér sýnir og þar sem að gerist líka að DMT eitt það mest bólgueyðandi sem til þannig að það til milljónir vitnisburða það að fólk með einhverja sjúkdóma, það með krabbamein, það með vefjagigt, alls konar gigt og fer í ayahuasca og allt hverfur. Og þetta svona hefur maður séð í gegnum árin, þú veist, hvernig þetta hægt. Svo var ég á læknaraðstefnu núna út í Noregi og þá var doktor með fyrirlestur og að sýna okkur rannsókn sem að sýnir fram á bólgueyðandi áhrif ayahuasca eða DMT. Þannig að það finnst mér alveg ofboðslega merkilegt og skemmtilegt að sjá. Fá svona sönnun fyrir því af hverju fólk læknast svona mikið af ayahuasca. Og bólgur eru alvarlegt mál sem að... Bólgur er alltaf svakalega alvarlegt mál og mikið bólgu ástand í maganum og líkamannum og helst í hendur við eins og þunglindi til dæmis og geðræna sjúkdóma. En hvað gerist í huganum? Þetta er hugvíkandi, þetta er ekki bólgueyðandi. Já, en það helst ofboðslega mikið í hendur. Algjörlega. Hvernig þá? Allt sem í líkamannum helst í hendur. Það tengist algjörlega. Það er svoleiðis. Og það sem gerist í huganum að eins og ég upplifa það, nú get ég bara talað frá minni reynslu, að þar sem að ímyndunaraflið endar núna, þar byrjar eitthvað annað. Og þú getur ekki ímyndað það því að ímyndunaraflið endar eitthvað staðar. Þar byrjar þetta ferðalag. Og það getur verið alls konar. Fólk getur farið í fyrirlíf eða það fer í sitt líf og getur skoðað til dæmis atvik í æsku, eitthvað sem kom fyrir og fólk svona almennt fær einhverju svona yfirsýn á líf sitt og á sig og fær svona kannski dýpri skilning á sér og aðstæðum og skilur sleppur aðeins út úr svona ego litla heilanum okkar. Já, það er svolítið svoleið sko. Þannig þetta er andleg upplifun. Á þess að þessi trúaleg, þetta er svona tilvistarleg. Já, þetta er tilvistarleg. Man færist til tilvistarlega. Og fólk svona rosalega algengt að fólk svona
fari að bara svona vera rólegra, hafa meiri áhuga á náttúrunni, eftir svona reynslu, meiri áhuga á nær umhverfi sínu, meiri þakklæti, þú veist að verður skárri manneskjur? Algjörlega, sko, ég held að þessi bara verður engi verri manneskja og þetta ekki vímuefni, enginn sem að segja ég ætla að gera þetta strax aftur á morgun og gera fá mig meira? Yfirleitt ekki, af því að yfirleitt eru reynslunar það erfiðar og átakanlegar að flestir segja ég geri þetta aldrei aftur en svo kannski eftir einhverja mánuði, oft eftir hálft ár eitthvað svoleiðis, þá segir fólk mig langar aftur, ég tilbúin að fara aðeins dýpra þannig að Og hvað fólk að leita eftir? Fólk sem að leitar í þetta, það með eitthvað vanda? Það alls konar, ég til dæmis tráma, geðraskanir ég til dæmis, sko, mér leið mjög vel þegar ég byrja á mínu ferðalagi en náttúrulega með mikið tráma úr æsku og bara var samt ekki svona, veist, mér leið vel, veist, ég, Kom það þá til þín eftir að þú byrjar ferður reynsluna að sérðu þá betur? Mér langaði bara að explora þetta og skoða þetta, mér finnst þetta spennandi og áhugavert og ég hef alltaf haft áhuga á svona andlegum málefnum og átti fullt af andlegum vinnum og svona bara hafði áhuga á sig og fór til Guatemala og ætlaði bara svona skoða og explora og þar prófaði ég í fyrsta skiptið og þá svona fattaði ég svona, já, ok, ég skil að því að ég hef alltaf verið mjög harkalega á móti fíkniefnum og neyslu og var bara mjög dómhörð og þegar ég heyrði fyrstu microdosing þá var vinkona mín að gera það svona hippa vinkona og Microdosing þá að taka þetta inn í mjög litlu skömmtum? Já, mikrodosasvepp í svona mjög litlu skömmtum og ég sagði bara þetta er bara spiritual bypassing, þetta er bara svona hippa leið að bypassa svona en svo prófaði ég þetta sjálf og þá svona fattaði ég fyrir mig svona já, heyrðu, þetta er eitthvað allt annað það var svona mín upplifun. Þetta er allt annað en víma? Já, þetta er ekki víma og bara allar rannsóknar sýna fram á að þetta fer ekki inn á neina fíknivaka og það er hægt að sjá Það var alltaf sagt LSD í ganga að það var enginn sem væri LSD-isti? Nei, það er bara ekki þannig sko og auðvitað er eitthvað fólk sem að skeipar eða flýr inn í þetta en það eru rosalega fáir svona miða við og eins og núna á ráðstefninu sem ég var í Noregi þar var doktor með fyrirlestur sem að segir að 68% af fíklum eða fólk með áfengis fíkn sem að hafa aldrei svara neinni meðferð að 68% ná algjörum bata eftir 3 svona MDMA meðferðir sem að sýnast vera hvað áhrifaríkst með áfallastreituröskun, kvíða, þunglindi og fíkn til dæmis. Lækni vímuefnasýki? Já, það er það sem þessar rannsóknir sýna. Og þá er það þannig að þú ert áfengissjúklingur eða vímuefnasjúklingur vegna út af áföllum. Þetta getur vegna áföllin. Ef að trámað hverfur úr þér þá ert ekki lengur áfengis- og vímuefnasjúklingur. Já, ég meina það er þannig sem þetta virkar að í þessu ástandi þá einhvern veginn leiða þessi efnimann á þann stað í rótina þar sem vandamálið sem að er eitthvað tráma, höfnunin að vera ekki nóg, að vera ekki elskaður, ekki ástæðan verður sem að við fáum öll eitthvað snert af þessari gjöf í æsku og er svona miserfitt að vinna með það. En þetta lítur á mjög sterk upplifun því það er náttúrulega þannig að þú getur fengið sterka andlega upplifun og orðið breytt sem manneskja. Það búið að fá þess að breyta sem manneskja svona í venjulegu. Það þarf eitthvað stórkostlegt svona endur uppstokkun á persónuleikanum til þess að breytast. Já, og það eru líka marga manneskjur, bæði hef ég heyrt það, bara sagt og hef ég lesið að fólk hefur sagt þetta er það merkilegasta og stórkostlegasta sem ég hef upplifað. Þetta er merkilegra en að hafa eignast börnum mín og fólk hefur talað það í skammast mér fyrir að segja þetta en þetta er merkilegra en það. Þannig að þetta eru stórar upplifanir sem fólk að fá. En þarf maður að vilja verða öðruvísi til þess að pröfa þetta? Ef þú segir að ég breytist þá er það svona áhætta fyrir mig að stíga yfir þetta því að ég veit ekki hver ég verð. Þannig að ég þarf að vilja losna við mig. Já, sko ég myndi segja ég myndi ekki segja neinum að skoða þetta nema að kalli á þig.
En ef það kallar á þig, þá það fyrir einhver ástæðu. Og samanskapi myndi ég segja, ég óska engum að deyja aðeins að upplifa það sem maður upplifir í hugvíkandi ástandi í réttum aðstæðum, með réttu hugafari. Þú næstu því svo Timothy Leary sem vildi bara setja þetta í Gvendabrunna? Sko, já og nei, en að samanskapi, ef þetta kallar ekki á fólk, bara þá hefur ekkert með að gera að skoða þetta. En ef það kallar á þig, þá myndi ég forvitnast og skoða og googla og lesa og sjá. Og vera, með opinn huga og Þetta alls konar efni sem flokkast undir þetta, ekki bara seiður úr Amazon, þetta líka sveppir sem eru kannski tengdari okkar menningu og líka ekki alsæla sem notuð á reiftímabilinu og LSD sem við tengjum við hippatímabilið. Og ketamín. Já, ketamín og hvað, hefur þú farið og kannað þetta allt saman á sjálfur við þér eða? Já, ég hef gert það. Getur þú útskipt fyrir mér svona munin á þessum efnum, fyrir þann sem Já, sko, mér finnst svolítið gaman að útskýra þetta á svona mjög einfaldan hátt, bara einfaldan hátt þannig að allir skilja og svo segi ég bara fólki að endilega googla til þess að skoða betur ef þú vilt fá svona meiri og pröfa kannski. Þannig að það kannski á endanum svo erfitt að útskýra þetta því að þetta svo sterk upplifun að þú einfalda útlistinu þín og það sem maður googlar segir bara óbúslega lítið. Jú, okay. Þannig að við byrjum að einfalda útskýringin. Einfalda útskýringin, ok, á hverju við að byrja? Já, bara sveppunum sem eru hérna á Miklubrautinni. Já, sveppirnir eru gulljarðarinnar. Þannig að ef það væri ekki ólöglegt þá myndi ég segja öllum að fara út að tína. Ég hef ekki mikla reynslu að tína sjálf af því ég hef ekki tíma til þess en ég hef gert það einu sinni og það var mjög skemmtilegt. Sveppirnir eru, ég myndi segja sveppirnir, sílósíbin, virka efni í sveppunum, það gefur rými eða slakan í taugakerfið og það svona eins og djúp næring fyrir taugakerfið. Sveppirnir virka svipað ayahuasca og sumir segja að séu svona eins ferðalaun og þá verður þetta hugvíkandi ástand, þú skilur hluti sem þú skildir ekki, það eins og þú fáir svona dróna þyrlu yfirsýn yfir sjálfan þig, yfir lífið þitt, yfir þar sem þú ert og þetta upplifun þannig að þú tengist betur heiminum og umhverfinu, þú ert ekki svona einangruðinn í heiminum? Ofboðslega margir upplifa að verða einhvern veginn tengd, verða eitt, að verða renna saman við alheimsvitundina, kannski ekki alveg en svona eitthvað starf á þeim mörgum. Og þá hverfur svo mikil þessi tilfinning, þessi aðskilnaður að ég er ein höfnunin og þetta sem svo mikið í samfélaginu okkar, þessi einangrun og þannig að það það sem kemur rosa mikið með svefnum og einhvern veginn, ég myndi segja ef að eitthvað í svefnum þá það þakklæti, tilfinningin þakklæti það svona sem að flestir sem óbúslega góð tilfinning það þakklátur þá ertu bara svolítið glaður þannig að fólk nær að sjá líf sitt öðru sig, það fær þakklæti í upplifunar sem það voru erfiðar og svona það fær skilningin niður þannig að sveppurinn svona þannig og það líka, sumir fá óbúslegar sýnir, sumir sjá svona psychedelic munstur og fraktala og þannig upplifanir sjá, ég veit það ekki, anda eða einhverjar verur. Getur fólk verið hrætt? Getur verið neikvæðar upplifanir? Já, fólk getur verið hrætt og það það sem ég er læra í náminu mínu að læra hvernig held ég utanum hvern sem með hvaða efni til þess að manneskjan verði ekki hrætt, til þess að hún fari ekki í þetta ástand sem við köllum bad trip, halda þannig utanum það. Hvernig getur þú gert það? Þú ert ekki inn í huga manneskjuna sem á ferðalaginu? Ég get það með því að æfa mig að læra, að vera lesa merki. Já, og skilja efnin sjálf, líka skilja þetta svona bara eins og fjallgöngumaður. Ég get ekki farið með þig upp á fjall sem ég þekki ekki. Þannig að ég verð að þekkja alla leiðir í öllum veðrum og það svona það sem ég er að gera. Þannig að það svona sveppinir. Má ég áður að ferði yfir næsta, það sagði mér einhver að sveppinur í Íslandi væri alveg sérstaklega góður, sterkir. Já, þeir eru sterkir. Nú það? Já, og þeir eru svona best í heimi. Já, jú. Og þeir eru en ég segi þeir eru svolítið svona eins og villidýr, þeir eru villtir. Það til dæmis ekki hægt að rækta á.
það ekki hægt að rækta íslensku sveppina. Það mögulega hægt í ykkur svona mjög fullkomnu svona laboratóri en eiginlega ekki. Og þeir svona eins og svona villi, ég svona ímynda mér, þeir svona eins og minkur. Hann svona, hann getur það verið hættulegir, þannig að þú veist ekki alveg hvaða skammt þú ert að taka, áttu við það sé misjætt hvað þeir eru sterkir og... Sko, það náttúrulega misjætt hvað eru sterkir, en þegar þú ert að fara á ferðalag, svona, þá ertu náttúrulega að taka svolítið marga í einu og það deilist það í rauninni út, þannig að það skiptir ekki það miklu máli, en það eitthvað svona orka í honum sem svolítið svona óútreiknanleg, skilurðu? Berserkur? Já, það alveg svolítið þannig, svona. Þannig að ég myndi til dæmis ekki mæla með honum í svona byrjanda, freka fyrir fólk sem komið með reynslu og orðið svolítið sjóað og skilur ræður ótöfina. Já, þannig það með íslenska sveppin. Ok, þetta voru sveppinir. Þetta voru sveppinir. Svo MDMA. Já. Og það sem að MDMA gerir, ofboðslega einfalt útskýrt, að staðurinn í heilanum okkar sem að varðmennirnir sem að passa okkur, sem að eru sem svolítið svona on guard og allt á svona suspicious, tortryggnir og svona, sá staður sofnar. Og staðurinn okkar sem að okkur líður vel og við erum tilbúin og opin, hann vaknar meira. Það það sem að MDMA gerir í heilanum. Þannig að eins og til dæmis MDMA meðferð hefur bara sýnt ótrúlegan árangur í Bandaríkjunum eins og í Ísrael. Bandaríkjumenn og Ísrael eru komin lengst í MDMA Og við hverju eru fólk að taka þetta? Við áfallastreitu röskun, við áfallastreitu, þunglindi og kvíða. Eitthvað sem að fólk hefur bara í erfiðleikum að horfa sig í augu við, það sem að virkar? Og þá getur þú farið inn í aðstæður sem að eru annarkvort það óbærilegar að þú ert búin að loka þar, til dæmis eins og ofbeldi í æsku, höfnun og misnotkun, það eru margir bara með svona reynslu inn í líkamannum á sér en eru búin að grafa hana, munin ekki einu sinni eftir henni. Þannig að MDMA, það svæfir verðina, þannig að það hægt að fara inn í hvað sem og skoða það frá svolítið svona njútrál stað. Farangurinn sem þú búin að burðast með alla ævi. Þannig að þú skilur þær törskur eftir og getur hort á atburðum eins og hann var og fengið nýtt mat á honum. Já. Og MDMA entaktogen, það empathogenic, empathy samkennd. Þannig að það eins og MDMA, það bara svona dæli samkennd inn í þig, gagnvart sjálfum þér og öðrum. Þannig að þú fær samkennd fyrir allt sem að þú hefur gert, alla skömm, alla reiði, alla tilfinningar og þú fær samkennd til annara. Þannig að kemur bara svona, ímyndaður bara svona rosaleg samkennd inn í öll samskipti, það breytir öllu. Og það það sem að MDMA gerir og eins og rannsóknir sína fyrir þá sem hafa áhuga, ótrúlegur árangur fyrir hermenn í Bandaríkjunum með áfallastreituröskun sem eru búin að náttúrulega upplifa bara rosalega atburði, fólk sem með martraðir allar nætur, sefur ekki og að það nær að fara inn í þessa atburði, fara yfir þá, fyrirgefa, sleppa tökum, og það það sem að MDMA gerir. Og þú gerir þetta kannski 2, 3 og svo gerir þetta ekki meira. Já, sko. Þannig að þú breytist við þessa reynslu. Þetta breytist algjörlega og það líka sem að þessi efni gera að þau örfa neuroplasticity. Neuroplasticity í rauninni teygjanleikin í heilanum okkar, sem andstæðan við stöðnun. Og til dæmis þegar fólk tekur mikið af sílósíbin eða mikið af ayahuasca, það verður svona ofur ástand í heilanum og það líka rannsóknar sem að sýna það að allar taugabrautir eða taugaendar þeir fara að lifna við og fara að tengjast. Þannig að þetta svona ekosystemið sem að heilin það tengist betur og í betra sambandi og samskiptum. Og meðan þú ert í ástandinu. Svo ertu bara normal eftir. Já, svo náttúrulega eftir á, þá hafa orðið tengingar sem að til dæmis slitna ekki. Þetta svona eins og kindastígur, búin að ganga sama kindastígin alla æfi, ég ekki nógu góður, svona og mamma elskaði mig aldrei nógu mikið og síðan í til dæmis svona upplifun, þannig það poppast upp úr þessum farvegi og mynda nýja heilabraut sem segir, vá, ég svo fullkomlega heill og ég í lagi, ég góður og snjóar yfir þessa
Þannig að það svolítið svona einfalt útskýrt. Ef þið tekst að taka þessa upplifun og láta hana vera leiðsögn nýtt líf, það náttúrulega möguleiki að þú bara haldir áfram að lifa lífinu eins og og farir aftur í gamla kynntastíðin, ekki? Jú, algjörlega, og þess vegna mælt með eins og í allar stærstu rannsóknir, allir stærstu háskólarnir úti, það alltaf verið að tala svona 3 sesjón, svona 3 meðferðir, en alltaf samtöl fyrir og eftir við fagaðila. Hvaða farangur ég með, hvað hef ég upplifað, hvernig líður mér núna, hvað erum við að fara með inn í ferðalagið, hvað sá ég, hvað upplifði ég, hvernig vinnum við úr því, og svo kannski næsta sesjón eftir mánuð eða það getur verið 2 vikur. Er það fyrir utan kynntastíðin eða ertu byrjað að leita á aftur? Já, það svona, já. Ok, við erum svo mörg efni, þú voru að fara í næsta. Næsta LSD. LSD meira svona, sveppurinn. Ég myndi segja að hann sé rosa mikið svona tilfinningarlega, hann svona, ég sé hann sem svona vinnukall, hann svona, nú fyrir við að vinna, og svona vinna í öllu trámanu. LSD meira svona, ekki kognitiv, en það einhvern veginn, svona universal thinking einhvern veginn, það meira þannig. Þá svona Þú kíkir inn í einhverja veröld sem næstuði utan þig. Já, eiginlega og þú veist, og þá fólk rosa mikið að svona sjá og skilja hvað við erum í rauninni ofboðslega lítil en líka stór og allt þetta svona existential spurningar. Það svolítið mikið sem að allir stíð hjálpar fólki að sjá og finna. Just, hver ég og af hverju ég, tilgangurinn og ekki það kemur alveg með sveppan líka, en svona það svolítið svona munur, en allir stíðin trippið líka miklu lengra. Það kannski svona, það getur verið 7 til 12 tímar sem svolítið svona langt, En það mikið álag á hugan? Já, það getur verið mikið álag. Þannig að það svona kannski. En þú hefur nefnt svona að það getur hjálpa við tiltekna við tráma og áfallastreitur og hver ætti að fá sér LSD? Hver? Ég myndi líka segja að LSD sé svona framhalds. Af því að þegar maður að vinna í þerapí og svona, þá það svo erfitt að sitja yfir einhverjum kannski 12 tíma. Þannig að ég myndi segja að fólk ætti að fá sér LSD. Þau getur gert þetta einn? Já, þau getur gert þetta, ég segi alltaf með einhverjum, alltaf. Þannig að þegar maginn getur sittið yfir þér eða einhver vinur eða eitthvað svona, að þá komið að LSD. Komið að vin. Já. Þú nennir að vera með þér í 7 tíma. Ok, hvað næst? Næst ketamin. Ketamin náttúrulega notað upp á sjúkrahús í verkjameðferð. Og ketamin meira svona dissociative. Og sumir upplifa svona eins og bara svona fara úr líkamann og svona aftengjast einhvern veginn. Ketamin það sem hvað virkar mest við, til dæmis eins og svona þegar fólk í sjálfsvíks hugsunum. Það virkar ketamin sterkast þar, og það virkar líka mikið á verki í líkamann, svona líkamleg einkenni, líkamleg verki, svona psychosomatic einkenni þegar fólk til dæmis með langvarandi streitu eða. Já, og ketamin virkar bara ofboðslega vel á þetta allt að svipuðu leyti, en til dæmis eins og ketamin, það til dæmis hægt að sprauta því í vöðva, það hægt að sprauta því í æð eða taka það í nefið, og til dæmis ketamin notað á djamminu og tekið í nefið, sem að ég skil ekki, það er það mjög en ég hef fengið ketamin til dæmis bara í sprautu í lærið, í vöðva. Og þá það svona klukkutíma svona 1,5 svona ferðalag, þar sem að, og öll þessi efni hafa eitthvað sama essens, það að fara inn í rótina, og það bara líkaminn veit hvað að, hvað kom fyrir, þannig að þetta allt í líkamannum. Það fer náttúrulega inn í þína persónu og þína sál eða hvað við kallum það, og þar leiðandi náttúrulega, það fyrir ekki annað, þú verður ekki önnur.
Nei, þannig að öll þessi efni hafa það sameiginlegt, sama hvað það að það farið í rótina í það sem í gangi hjá þér. Það einhvern veginn svona... Það með fleiri efni? Sko, maður sjá, já, svo hérna efni sem heitir DMT, hérna efnið í ayahuasca, það að reykja það til dæmis. Og það kallaði spirit molecule, þegar maður reykir það. Og þá getur reykt það og þá ertu bara komin á bara kannski 20 sekúndum. Hvert? Já, það spurning. Það nefnilega, það veit enginn sko, hvert maður fer. En yfirleitt fer fólk og upplifir eitthvað sem merkilegt fyrir það og það fær eitthvað svör, fær að sjá eitthvað. Og svo... Og sjamanísk upplifun ykkur. Já, þetta alltaf svolítið svona oft svona sjamaníst og ég myndi segja 95% af þessum reynslum eru óútskýranlegar. Og það eiginlega svolítið þannig. Þetta hefur fyllt náttúrulega manninum lengi. Já. Og þarna eru upplifanir sem eru skilaboða handan og alls konar svona, þetta flókin svona menningarlegur heimur og renna saman við alheimsvitundina, þetta eru upplifanir sem eru nátengdar trúarbrögðum og jáfnvel svona prestdómi og öðru slíku. Þannig að Já, ég meina, ég hef setið í ayahuasca við hliðina á rosalega hörðum atheista, hvað sem trúleysingja, ofboðslega harður og hann bara hitti Guð og þeir hittust og áttu. Þú getur ekki haft andlega upplifun á þess að sé trúarlega upplifun. Já, algjörlega sko. Og þú nefndir svona tilvistarleg að flytja sig til í heiminum, losna þessu frá egóinu og upplifa það raunverulega stekkara við það, sem öfugt við það sem egoisti geti haldið. Já. Þetta eru tilvistarlegar upplifun á þess að séu beint trúarlegar. Já, og svo algjörlega og yfirleitt þetta tilvistarlegar upplifanir og að hitta Guð náttúrulega ekki Jesú Guð sem við þekkjum úr þjóðkirkjunni. Nema hann komið til þín. Já, nema það, já. Þannig að það líka svona misjant og við erum mörg sko. Og að hitta Guð, hver Guð í mínu lífi? Þannig þessi trúleysingji sem þú listi, hvaða Guð hitti hann? Já, hann hitti bara einhvern Guð sem var einmitt bara... Guður hann. Hæ? Það yfirleitt þannig að fólk hitti Guð sem hendar því. Já, bara einhver Guð sem var bara, akkur þetta hafna mér, af því ég þú og þú ert ég og skilur, alls konar svona. Það fólk hitti, maður þekkir ekki dæmi þess að fólk hafi hitt Guð sem kunni ekki við. Sittu uppi með leiðilega Guð. Það ekki dæmi það. Nei, en það sem hefur verið, þetta er mikið þetta fjalla át allan heim. Eitt af því sem hefur verið að tala að nú eru einhverjir alveg á fullu við að finna einhverja leið vegna þess að þetta eru náttúrulega efni sem það ekki hægt að fá engaleyfi þessu. Þetta bara til í náttúrunni. Það er ekki hægt að fá engaleyfi á náttúrunni, þótt að menn reyna það. En þá eru menn reyna að búa alls konar til að setja þetta inn í eitthvað svona meðferðarform og mikill kraftur. Rannsóknirnar á þessu eru oft frá lyfjafyrirtækjunum sem reyna að lemja þetta inn í eitthvað sem að þau geta síðan fengið engaleyfi á. Hvernig upplifir þetta? Á þetta að vera eitthvað sem að við eigum bara eiga sem fólk og almenningur og menningin okkar eða viltu sjá þetta þróast yfir því að verða hluta heilbrigðiskerfinu? Bara bæði. Ég trúi að þessi pláss fyrir bæði og bæði eigi að vera því að það alltaf rosalega stór hluti af fólki sem hrætt við þennan heim sem svona náttúrulegur, trúur ekki á hann og þetta eitthvað skrítið og sjamanist og það mun aldrei breytast náttúran, hún bara sér sig sjálf og mun alltaf halda áfram en svo finnst mér bara frábært að þessi efni verði gerð þannig að Jón og Gunna og hver sem geti fengið að komast í þau í töfluformi og treyst á þau. Þannig að mér finnst ég trúi því að þessi pláss verið bæði. Og það sé og svona bara... kannski eitthvað á milli kannski. Já. Men að því að tala svona, nú fólk að labba alltaf til Compostela sem að virkar eins og þessi trúalegt en fólk náttúrulega fær bara heilsu á leiðinni með því að vera úti í náttúrunni og vera að labba og vera eitt með sjálfum sér og hugsa. Þannig að það líka til svona, það ekki annarkvort að vera í einhverju sjamanískri hippastemmingu eða bara í klínískri. Nei. Það eitthvað svæðið þarna á milli. Og svo náttúrulega það bara þannig að þegar psilocybin sem sveppurinn komin í lyfjaform og þú getur fengið uppáskrifað hjá lækninni þínum, psilocybin, þá kannski finnst þið bara allt í lagi að tína sjálfur sveppi
og þurrka þá og setja þá í hylki og taka þá og þú þarft ekki að vera hippi fyrir það en þú treystir því að þetta efni sé í lagi þannig að fullt af fólki sem að þorir ekki að koma nálægt þessu eða vill ekki koma nálægt þessu að þetta er ólöglegt og ekki búið að rannsaka og það er ekki almennt viðurkennt. Já, ekki almennt viðurkennt. Þannig að ég bara fagna því þó það sé mikið af fólki sem er hrætt við þetta og alltaf umræðin að lyfjafyrirtækin vilja taka yfir allt það. Við getum ekki stjórnað því. Þau eru bara það sem þau eru og þau gera það sem þau gera og fólki gerir síðan það sem það gerir. Ég sé það þannig. En getur verið að þú lýsir þessu mjög sterkri reynslu og fyrir því persónulega líka að þú upplifir þetta út af þessari sterkri reynslu að sama hvert vandamálið að hugvíkandi efni sé lausnin að þú ofmetir hvaða gagn þetta kunna gera út af því að það hefur gert þér svo vel þú kannast við það og bara þeir sem eru í þessari hreyfingu að það sem að það hefur hjálpað þeim svo mikið að það sé verið að boða það að þessi leið sé lausn á kannski hlutum sem að Já, ég meina það, auðvitað getur það verið alveg eins og eitthvað annað sko. Það getur upplifun og þú vilt boða út fagnarerindi að þetta gerði þér svo gott. Já, auðvitað getur það verið. Algjörlega. Herðu, en þú ert búin að stofna félag. Já. Og hvað heitir félagið? Það heitir Hugvíkandi, félag áhuga fólks hugvíkandi efni og rannsóknir. Af hverju þurfið þau að vera í félagi? Hvað ætlið að gera í félaginu? Sko, ég bara stofnaði þetta félag því að ég var út í Noregi á þessari læknaráðstefnu og þar var danska félagið og sænska, norska og finnska. Það komið svona félag. Já, það eru svona félag og í þessum félagum eru fagfólk, sálfræðingar, geðlæknar og læknar og áhuga fólk. Og hjá þér? Hvað segirðu? Er líka þessi blanda hjá þér í félaginu? Já. Þannig að og ég er að halda þessari ráðstefnu í janúar næsta ári svona meðferðir með hugvíkandi efnum og þá þurftum við að vera með félag náttúrulega líka á Íslandi. Til að geta haldið Nei, alls ekki til að en bara, það er kallað svona the psychedelic renaissance sem er í gangi, það er mikil vakning og miklar umræður, þannig að þarf að vera vettvangur fyrir almenning sem að er faglegur til þess að leita sér svara bara fyrir hvert sem er sem að bara hvað er þetta sveppatóð sem allir hvetur fólk þá bara til þess að hafa samband við félagið og Já, bara félagið, það sem við munum gera er að leggja áherslu á fræðslu og kynna rannsóknir sem eru faglega rannsóknir sem gerðar í háskólum í Bandaríkjunum að vera með bara mikið af fræðslu fyrir fólk þannig að ef að fólk er að heyra af einhverju varðandi hugvíkandi þá getur það bæði leita til félagsins til þess að fá svör og fræðslu. Ég kíkti á síðuna hjá okkur og það var ráðstefna sem verður eftir áramótin og ég er ekki sérfræðingur í þessu málum en ég var alveg gáttaður í þessu mér finnst þetta að vera bara eins og heimsliðið mætt hann einhvern veginn. Já. Og mér finnst þetta bara stórkostlegt að sjá þetta komið til Íslands hvað þetta gjör í Hörpu. Já. Og það er ekki hægt að stilla upp betra liði heldur þetta, það vantar eitthvað annað. Nei, eiginlega ekki. Jú, vantar liðindar Stanislan Grof, hann er uppáldið mitt, en hann var hann er ekki, líkamlega ekki vel á sig, þannig að hann gæti ekki komið, þannig að hann er svona draumur minn, sko. En að því að við erum þú ert að fræða mig og hlustendur, má ég labba með þér aðeins yfir sko fólki sem er að koma? Já. Þannig að það koma myndir af þeim, það kemur fyrst mynd á honum Michael Pollan. Já. Þetta er nú maður sem kom til Íslands áður og kom hingað til þess að taka á móti verðlaunum Yoko Ono held ég eða John Lennon verðlaunum fyrir skrif sínum mat en hann er mikill áhuga maður þetta svið og ég held að fólk geti farið inn á Netflix og sé fína heimildaþætti eftir hann, eða ekki? How to Change Your Mind, rosalega spennandi og skemmtileg. Ja, mjög skemmtileg. Þetta er merkilegur maður. Hann er blaðamaður frekar heldur en kannski sérfræðingur í... Hann er sko blaðamaður og hann er held ég eitthvað svona matar hvað er hann? Hann er eitthvað matafræðingur. Já, hann er byrjað að skrifa mat og skrifaði svolítið hvernig maturinn hefur breyst og hefur mjög gríðarlega mikill með að við það að hann er sko blaðamaður af því hann er ekki sérfræðingur og hann hefur leitað náttúrulega upp í ótrúlega áhugaverða bændur í Bandaríkjunum og víða og hann er svona, hann hleypir í gegnum sig, hann fræðir fólk upp, þannig hann er ekki sérfræðingurinn en hann er mjög klókur í því að koma sínu að framfæri. Já.
og hann hefur áhuga á einhverju og hann hefur gaman að segja frá því og gerir það vel. Næstur er líka Íslandsvinur, hann hefur komið inn áður, Gabor Mate. Já. Þetta er náttúrulega svakalegt gúrú. Já, hann náttúrulega er ekki mikið psychedelic en hann náttúrulega er með reynslu af því og það er breytt líf hans. Hann fjallað mikið tráma og áföll. Já, og allt snýst þetta í rauninni þó að ráðstöfnuna sé psychedelic, en það snýst allt tráma. Þetta snýst alltaf að hver manneskja nálgist sinn kjarna og nái að komast að sínu tráma og vinna úr því. Já. Síðan kemur Rick Doblin. Já, byrjaði þetta byrjaði með honum, af því hann er einn af kennaranum mínum. Og Rick Doblin er sá sem er leiðandi í MDMA hreyfingunni í Bandaríkjunum og hann er með MAPS sem er Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies í Bandaríkjunum og hvað er hann búin að vera, ég man það ekki, 14 ár að berjast fyrir lögleiðingu MDMA og hann var að kenna mér ekkert tímann fyrir ári eða 1,5 og ég spurði hann myndirðu koma til Íslands eða ég myndi halda ráðstefnu og hann sagði já, auðvitað og svo fór þetta í gang og ég sendi fyrst á hann sagði, ég er að vera með ráðstefnuna og meinti hann já í það? Já, hann meinti já og hann sagði strax já og þegar hann sagði já, þá sagði bara allir henni já þeir vilja vera með honum. Þetta er mikill frumkvöðl í þessari hreyfingu. Já. Síðan kemur Júlía Holland. Já. Hvað kanntu að segja mér hana? Ég get ekkert sagt hana, en hún var nefnilega bara bætast við að því að hún vinnur með Gabor og það vilja allir vera með, þannig að það er fólk að koma til þín og spyr hvort það megi vera á ráðstefnu. Það er svona núna og hún bara var að bætast við núna í síðustu viku þannig að Daniel Slosser, hún er með hún er hvað heitir þau eru að framleiða psilocybin, svona synthetic psilocybin og hún var með fyrirlestur úti í Noregi á ráðstefnunni þannig að og þá kemur Ben Sessa, hann er ótrúlega skemmtilegur, hann er búin að vera ketamin þerapisti í 30 ár, MDMA í 15 ár og ef þú hlustar á fyrirlesturinn hans MDMA þá ert þú að fara að leita þér að MDMA vikuna eftir. Þetta er sölumæður. Nei, hann er svo kraftmikill, hann er svo passionate, hann er bara svona, hann hrífur alla með sér og maður var bara ástfangin að hlusta á hann. Hann er rosalega skemmtilegur. Og við erum ekki, þannig kemur eitt sem að geti verið sjaman. Þetta er Will og ef að þið horfið á Goop þættina með Gwyneth Paltrow þá er hann er geðlæknir og hann er geðlæknirinn sem var í þeim þáttum og hann er vinur Gabor Mate og það er svo skemmtilegt með Will að hann var að koma til Íslands núna í fyrrasumar og hefur mikinn áhuga á hestum, var að googla Ísland, googlaði psychedelics, fann ráðstefnuna, sendi í okkur e-mail og við urðum vinir, þannig að hann er að flytja til Íslands í janúar og hann verður með Gabor bara hans hægri Akkur heldur hann að flytja til Íslands? Og það hestunum? Örgla. Það eru fleiri? Já, Sergi og hann var aðal fyrirlesurinn út í Sviss því ég var þar á ráðstefnunni og hann er, ég held hann sé svæfingalæknir svæfingalæknir og hann er með ketamin klínik í Þýskalandi og er svona algjör ekki til að svæfa fólk heldur til þess að hjálpa fólki við hjálpa fólki með tráma, hjálpa fólki með þunglindi, áfallastreituröskun og með ketamini, þannig að hann er rosalega flottur og skemmtilegur, þannig að hann kemur. Við erum ekki búinn. Benjamin Ryan. Já, hann er ég fann hann á Instagram. Hann er svolítið svona stór á Instagram og gerir svona mjög skemmtileg vídeo og hann er ég man ekki hvort hann er eitthvað svona neuroscientist en er að gera MDMA rannsókn á músum og ég man ekki, hann er í ykkurum háskóla, svona og fínum háskóla þannig að ég fekk hann í Stanford, það verður ekki mikið fíl með það. Nei, nákvæmlega þannig að ég fekk hann bara, hann er ekki merkilegur í psychedelic heiminum, hann er ekki stór í psychedelic heiminum en mér langaði bara að fá hann Þú veist bara þetta er svona shopping á Instagram. Já, bara svo les. Svo er Sherry Walling. Já, hún er
hún tengd í gegnum Öldukarinn sem að halda rafstöðuna með mér sem hefur haldið svona fyrirlestra svona sjálfstykkingarsfyrirlestra. Já, og þær þekkjast út í New York og Sherry var með eða með fyrirtæki í Kanada sem að var svona svona psychedelic therapy og svona já, allavega, hún smá svona psychedelic stjarna í Kanada. Já, þannig að þú komið svæðisstjörnur hérna. Já, Dr. Erik Vermetten, hann vinur Rick Doblin og hann bara fekk að koma, Rick sagði bara hann þarf að koma með, já. Það ég held að við séum með 2 viðbútt. Já, og síðan hérna á Eridsó. Já, David Eridsó, hann var líka svona einn aðal fyrirlesarinn úti í Noregi, hann danskur, en býr út í Bretlandi og í einn af aðal mönnunum í held í Mind Foundation sem að Ben Sessa og fleiri. Svo kemur Kelsey Ramsden í lokinu. Já, ég man ekki alveg. Hún líka tengd í gegnum New York. Þú hefur verið að fara á svona ráðstöðnur víða heim. Já. Ertu ánægð með þína? Stendst þú samanburð við það sem varst í Noregi og Sviss og það sem þú ferð annars þar? Já, algjörlega. Er það bara það fínasta sem að? Sko, svona, já, hún allavega svona, mjög fín og ég vildi gera þetta og bara réðst í þetta og fekk með mér óbúslega flott fólk að gera þetta með mér og einhvern veginn þá bara var þetta svona og þetta fólk og það sem ég gerði að ég skrifaði bara 50 uppáhaldsnöfnum minn í psychedelic heiminu og ég bara sendi á alla og ég byrjaði á Rick Doblin, hann sagði já og þá gæti ég sagt við alla Rick, ég bara segja já og þannig að Þetta gammalt triks að fá toppinn fyrst og ringja eftir bjöllunni og það sögði allir, nú hann og þá vilja allir vera með. Já, eða þú veist, það bara var svona, hann var svona næst mér og já. Til hamingju með þetta. Takk fyrir. Og takk fyrir að koma hingað og fræða okkur svona mikið þennan áhugaverða svið. Já, ég elska að fræða þetta og það líka það sem að samtökin snúast það að fræðast. Þú veist, þú getur hlusta allt sem ég segi, en ég segi ekki gleypa við þið. Farðu síðan og googlaðu og skoðaðu. Ég býst við allir sem að hlusta okkur séu mitt að gera það. Neti þetta. Já. Sjálfur. Já. Algjörlega. Kæra þakkir. Við munum halda áfram að fjalla hugvíkandi efni og hvernig það getur hjálpa fólki við áföllum og alls konar geðraskunum og tráma og líka bara til þess að átta sig betur á stöðu sinni í heiminum. En frá þessu máli ætlum við að flytja okkur yfir í allt annað mál sem eru skattar og einkum skattsvik og lélegt skattaeftirlit eftir augnablik. Takk. Já, við ætlum að ræða núna skattaeftirlit á Íslandi. Jóhannes Hraunfjörð Karlsson skrifaði ritgerð í háskólanum á sínum tíma það sem hann tekur eiginlega skattamál á Íslandi alveg frá 1874 og fram á vora daga eða þá daga sem hann var að klára ritgerðina. Og þegar maður lesi yfir þessa ritgerð þá læðist það manni svo grunur að auðvitað er skattastefna, hvort að það verður svona há prósenta hér eða þar og allt svoleiðis, en undirliggjandi og til hlýðar við opinberu skattastefnu er svona óorðu skattastefna sem að felst í því að halda skattaeftirliti sem veikustu, að ekki hafa of mikið skattaeftirlit til þess að hinir efnameiri, þeir sem eiga mest og hafa mestu tekjurnar, þeir sem eiga fyrirtækin og hafa aðstöðu til þess, geti raunverulega svikið undan skatti. Jóhannes er núna staddur á Bretagne-skaga eða í Frakklandi og hann er komið til okkar í gegnum undur tækninnar. Blessaðu Jóhannes. Sæll. Er þetta frekleg túlkun hjá mér að segja sem svo að þessi tilfinning sem maður fær þegar maður er að lesa ritgerðina, að það hafi raunverulega verið stefna stjórnvalda svo til óslitið allan tíman að hafa skattaeftirlit ekki gott? Nei, ég verði eiginlega að taka undir þetta með þér. Þetta er í raun og veru alveg réttur lesskilningur vegna þess að leið og við skoðum skatteftirlit sem slíkt að þá snýst skatteftirlit í raun og veru
stjórnsýslu, fyrst og fremst stjórnsýslu. Og stjórnsýsla snýst gott starfsfólk og góða verkferla. Þetta svona grosso modo ef ég má nota það orð. Og við sjáum af hverju ríkisstjórnin eða sem sagt hefur ekki endilega bara þessi heldur gegnum sneitt verið á móti þessu. Við sjáum það best á nýju stjórnarskránni sem tekur fyrir þessi mál og af hverju andstaðan við hana svona mikil, ekki að vilja samþykkja hana. Og ef við snúum okkur kannski bara beint að sögunni svona og skoðum þetta kannski, það má fara svona, það svona ákveðin vendipunktur stríðsárin, sem sagt þá fara skattsvikin alveg verða mjög mikil og skattar eru frekar litlir, það að segja beiniskattar, allar tekjur ríkisins þá eru meira og minna tollar og söluskattur til þess að gera nýkomin inn og það að segja á innflutningi og hérna það sem sagt stjórnarkreppa náttúrulega strax eftir stríð, ríkisstjórn Stefaníu springur þarna og Stefáns Jóhanns og minni hlutastjórn Ólafs Thors tekur við og henni gengur illa og Bjarni Ben þá að ganga frá aðild að Íslands að NATO og hittir þá í Bandaríkjunum sem sagt Benjamin H.J. Eiríksson, ég veit ekki hvort þú manst eftir honum Já, það var mjög sérstakur maður. Já, og mikill áhrifamaður í íslenskum efnahagslífi og stjórnmálum. Það einn af höfundum svo kallaðrar hagfræðingaskýrslu sem hafði mikil áhrif á Íslandi. Já, hann kom þarna eftir þessa hagfræðingaskýrslu og fyrir þá sem ekki muni eftir honum, en hann var mjög sérstakur maður og svona þegar maður mætti honum og hitt hann þá var hann var svona eins og hann læsi mann eins og opna bók og svona með virkilega svona ákveðna útgeislun en hérna hann kallaður til og hérna til Ólafs Thors til ráðagerðar og það sem Benjamin rekur fyrst augun í að það þessi stjórnsýsla á Íslandi, hún hvað á ég að segja, hún algjörlega út að aka, það engin lög hérna starfsmenn ríkisins, engin sem sagt ráðherra ræður bara frænkur sínar og frænda og eins og við þekkjum og hann kallar menn frá Bandaríkjunum sem sagt gera drög að sem sagt fyrstu lögum ríkisstarfsmenn 1954 hvíldartíma, kaffitíma og svona eitt og annað og sem marka ákveðna tímamót hérna í sögunni og annað sem hann Benjamin gerir líka það á þessum tíma þá var engin þjóðskrá eða neitt svoleiðis, menn voru skráðir hinga og þangað í mörgum sveitafélögum í Reykjavík, í Hafnarfirði og Akureyri og borguðu kannski skatt hvergi og þetta þótti svona, já, þetta var ekki mikið og þannig að hann kallaði aðra frá Bandaríkjunum sem gerðu drög að, hvað ég segja, þjóðskránni og skýrsluvél ríkisins sem keyra saman manntalið, skattinn og tryggingastofnun og lagði sem sagt gífurlegan grunn þar að öllu. Annað sem má rifja upp þarna sem Benjamin gerði líka og það eru fjárlögin því að fjárlögin sem sagt eru mikilvægustu málin í skatteftirliti af því að það undirbúningurinn þeirra, það framkvæmd fjárlagana og kannski sérstaklega eftirlit með fjárlögunum sem skapa rosalega hættu á skattsvikum. Sjáum hvernig framkvæmd fjárlagana núna, síðan kemur allt í framkvæmdin og svo koma auka fjárlög og þetta eitthvað allt annað heldur en þegar upp staðið með og það sem sagt lengi vel eða frá 1874, ég hef sagt að þá voru það fyrst og fremst þingmenn sem sáu fyrst eftirlit með fjárlögunum, síðan voru það
afdala eða sem sagt sýslumenn og þeir skiluðu kannski ríkisreikningi eða eftirliti með ríkisreikningi 2, 3, 4 árum eftir að þetta hefði verið notað, peningarnir. Þannig að ekkert að þessu nýttist við eftirlit, beinlínis. En sem sagt, það varð eiginlega lítið úr þessum framkvæmdum hjá sem sagt, með fjárlögin, eða sem sagt, framkvæmd þeirra, hún breyttist lítið fyrir en, hvað ég segja, 66 breytist hún. Á svipuðum tíma þá Ebbi eða Eðvarð Sigurðsson sem var lengi sem sagt, hvað ég segja, formaður Dagsbrúnar og Bjarni Ben, þeir störfuðu mjög vel saman, þessir tveir menn og hvað ég segja, það þetta þessi júní og júlí samkomulagið sem verkalýðshreyfingin og Breiðholtið og allt þetta. Þetta fyrst og fremst Eðvarði og Bjarni Ben kannski að þakka þetta samkomulag náðist. En eitt af því sem var þar, það var því að skattsvikin því að Viðreisnar eða semst að ríkisstjórnin sem kemur hann 1959 og til 71 sem hún tók á breytti skattkerfinu rosalega mikið og tekur upp virðisaukaskattin. 3% fyrst og hækkanir 5% og 7% og 11% en það var ekkert eftirlit. Og það jukust skattsvikin á þessu því að kaupmaðurinn, hann lagði þetta 3% eða 5%, hvað sem söluskatturinn var. Matvaran hækkaði þetta, neytandinn borgaði, en þessu var ekki skilað í kassan. Og í þessu samkomulagi milli þeirra, Eðvarðs og Bjarna, það var að stofnað yrði sérstakt skattrannsóknarstjóra embætti. Og það var Sigurbjörn sem var skattstjóri þá, ríkisskattstjóri, hann fyrsti ríkisskattstjórinn, sem var mjög vinsæll maður og ábyggilegur og virkilega með stjórnsýslun á hreinu. Hann hafði menntast í Ameríku og lengi og barðist alveg frá því hann kom heim 47 fyrir staðgreiðslukerfi skatta sem var þá tíðkast í Bandaríkjunum þessi staðgreiðsla. Hún komst nú ekki í gegn en hann stofnaði þarna þá gekk frá stofnun rannsóknarstjóra embættisins og gerði það þannig að til þess að það yrði engin fjárhagsleg tengsl á milli ríkisskattstjóra og skattrannsóknarstjóra að þá svolítið gaman að skoða þessa reikninga þarna á milli, hvernig ráðuneyti var það borga stóla og borð og þú veist hvað ég meina kannski eða þeir sem á þetta heyrið hlýðið og hann og fyrsti maðurinn sem gegndi þessu embætti var Guðmundur Skaftason sem var síðar hæstaréttar lögmaður og hæstaréttardómari, ábyggilegur maður og kom með virkilega skemmtilegar nýjungar út af söluskattinu. Hvernig ætti að rannsaka hann. En hvað á ég að segja? Guðmundur þótti of duglegur í embætti og ég ræddi nú við Guðmund, þannig að ég hef það nú bara beint frá honum og var það hætti, hann fékk ekki hann upp ákveðna aðferð til þess að hafa eftirlit með þessum undanskotum. Ráðherra þótti hann duglegur því hann tók fyrir þarna einhvern flokksmann, þetta var Magnús Jónsson frá Mel, sem hafði tekið við af Gunnari Thoroddsenni. Gunnar hafði greinilega ekki viljað samþykkja þetta og þessi lög sem gengu hann í gildi þarna, lög númer 1965 sem gengu hann í gildi vegna þess að allir þeir sem
svikundaskatti og höfðu svikundaskatti þá, þeir fengu sem sagt frí, sem sagt þeim var veitt aflaust frá ríkisstjórnin með þessum lögum, sem sagt til þess að þessi komst í gegn þessi stofnun þessa embættis. Þannig að ríkisstjórnin, það var aldrei rannsakað nein skattsvik sem náðu í raun og veru fyrir 65 vegna þessa. Og nú Guðmundur, hann hætti og út af þessu máli, en hann hætti náttúrulega ekki afskiptum af sköttum, heldur var nú einn aðalmaðurinn í vinstristjórninni 1971 sem breytti nú skattalögunum ansi mikið á samt Gunnar og fleiri, Jóni Sigurðssyni og svona mönnum. Þannig að hann hætti þessu og það má segja að þarna eru eiginlega stigin ákveðin svona skref til þess að ríkisstjórnin bara fríjar skattsvikara og veitir þeim syndaaflausn og þetta svona í stuttumáli má segja að hafi haldið síðan áfram að þó að hafi verið margir ágætis menn innan skattsins og þeir eru náttúrulega ekki einir vegna þess að það er öll stjórnsýslan sem liggur undir að þá eru þeir stoppaðir af og við sjáum þetta til dæmis líka ef við hlaupum bara svolítið hratt yfir og að þegar væri að skoða núna Panama-papírana að þá var núverandi fjármálaráðherra, hann kom þar fram og Bryndís þótti greinilega of dugleg og hún var látin fara. Þetta er í raun og veru nákvæmlega sama saga og embættið var lagt niður og gerðist með Guðmund Skaftason. Þannig ef þú ert í skattarannsóknum á Íslandi, að ef þú sinnir starfinu þínu þá missur þú það, en ef þú vilt halda starfinu að þá átt að sinna því illa? Já, það má segja það sko að svona fljótt á litið sko, að þeir eru kannski að þess vegna hafa, má segja þeim sem sagt að það má segja það að það hafi ekki komin einn svona, það eru svona smámál og tekin þetta og svona en hákallarnir hafa sloppið ansi mikið, sérstaklega sem sagt eins og að sér það til dæmis í munin á því í Frakkland að þú myndist að ég væri hér að ef að ráðherra er tekin fyrir minnsta grun skattsvik og tala eins og Kari sem sagt það var nokkru verið og þeir missa hygglust vinnuna eins og skot, þeir eru látnir segja af sér, embætti náttúrulega, missa þingsetu, fara í fangelsi og málið tekur miklu fljótara af að rannsaka þetta mál og þeir segja það bara sem sagt að vegna þess að pólitíkin, eða sem stjórnmálamenn, þeir verða að hafa traust og traustið þess vegna er tekið mun harðara á sem sagt þeirra málum heldur en sem sagt ef einhver venjulegu sem sagt Jói út í bæ gerir eitthvað svipað. Svona þeir eiga að vera fyrirmyndin sko. En ef við förum aðeins yfir söguna, Indriði H. Þorláksson, hann var skattrannsóknarstjóri, eða ekki, á tímabili? Hann var ríkisskattstjóri, Indriði var ríkisskattstjóri. Vildi hann efla skattrannsóknir? Indriði gerði strax nýjungar og á sínu sviði, hann kom upp svokallað stór fyrirtækja eftirlit. Þess eins og kemur fram í ritgerðinni hjá mér þá skilar gott eftirlit miklu meira í kassan heldur en að grípa þá sem eru búnir að svíkja undan skattin. Það er sem sagt betra að efla eftirlitið og hafa góða stjórnsýslu heldur en að grípa fólk sem er að svíkja undan skatti. Og það sem Indriði var með, hann var með svo kallað og fyrst og fremst nýjungin í honum, það var þetta stórfyrirtækja eftirlit. Og þetta stórfyrirtækja eftirlit, það byrjaði strax að skila miklum árangri, að
Efling og það var kannski það sem stendur þar upp úr. Það rannsóknin á bönkunum sem gerði það að verkum að farið var í mál við, þeir neituðu að skila upplýsingum bankareikninga fólks og forskráð á skattframtali, svo kölluð 90 önnur regla, 90 önnur regla samkvæmt skattalögunum. Nú, Indriði fór í málið og sem sagt, þetta mál vannst og eftir það eru allar upplýsingar bankareikninga, hlaupareikninga og allt þetta. Þetta skráð á skattframtal manna og það sem skeði í raun og veru og það svolítið athyglisvert að Hagstofan og það kemur þarna fram hjá mér líka að Hagstofan í raun og veru þetta endurreikna allan fjármagnstekjur skatti vegna þess að reynd vantaði inn á skattframtölin stóran hluta fjármagnstekna sem hefðu bara verið vantalda fram hjá fólki. Og þetta mann náttúrulega, þetta sem sagt má segja standi upp úr hans tíð hjá Indriða, það var akkurat þetta mál. En þú nefndir Panamaskjölin, það var þannig að það var búið að vera ábendingar hvernig mætti einhver leyti girða fyrir útstreymi fjár til aflandseyja með því að setja reglur sem að ríkisstjórnin í aðdraganda hrunsins sinnti ekki en voru síðan settar á þegar að því við nefndum Indriða þegar Indriði kom og varð aðstofamaður Stengri Sjós 2009. Jú. Já, og það voru, ef að það hefði verið gripið til aðgerða þegar það farið að benda á þetta, hvernig mætti gera þetta, svipað var gert í öðru löndum til þess að draga úr þessu, að þá hefðu líklega, Íslendingar hefðu sparað ansi mikið penning ef að þetta hefði verið stoppað tímanlega þegar það var bent á áhættuna. Alveg tímanlega sko, skattsvikin þá semst í aðdraganda hrunsins þau náttúrulega slá allt heimsmet sko, þetta nemur það bil svona 11% af vergri landsframleiðslu. Þetta eru hvað 300 miljardar á ári sem var svikið undan skatti ef við uppfærum töluna svolítið sko meðan við fjárlögin núna. Þannig að þetta er engir smá peningar sem hurfu og þó að það má segja að líka annað sem kannski má minnast á í sambandi við svona þessar skattaparadísir svokölluðu eða skattafylgsni sem kannski ennþá betra orð að nota skattafylgsni því að það verið að fela skattin og ég myndi nú eiginlega frekar vilja nota það orð. Og það að menn eru líka að fela eignarhald á fyrirtækjum til þess að sem sagt í kauphöllinni og þá raskast kauphöllin og þú veist kannski hvað ég á við sko samkeppnin og menn eiga kannski miklu meira í fyrirtækjum án þess að sem sagt að aðrir hluthafar viti af því. Það er í leynd með meira raunverulega vald í fyrirtækinu heldur en að það er ekki þessi grein fyrir. Já, þannig að þetta er kannski svona stór, kannski miklu hættulegra svona það fram í sækir því að þetta skemmir alla samkeppni og eyðileggur alla samkeppni og svona erfitt að koma í veg fyrir þetta. En segðu mér, af hverju heldur þetta sé svona? Stundum velti maður fyrir sig að það hefur verið svona viðtekið sjónarmið innan Sjálfstæðisflokksins að það verið erfitt að vera í business, það verið erfitt að vera í útgerð og það sveiflaðist fiskverð og það verið kannski svona sjálfsagt að horfa ekki fingur sér þótt að menn væri að stinga ykkur undan og geyma ykkur að varasjóð í útlöndum og sama með heilsalana sem voru hér. Þetta væri bara svona stemmingi væri þannig að Sjálfstæðisflokkurinn og þar með stjórnvöld og þar með Íslenska ríkið fyndi svona til með hinum ríkari
og þeir ættu nú skilið að hafa svolítið svona smá svigrúm með skattgreiðslur sínar. Þetta kæruslega orða hjá mér? Já, kannski segja. En sko, ég hef nú, veistu það að ég hef oft velt þessu fyrir mér og vegna þess að hvers skipti sem ég skoða, sem sagt, hvort sem ég skoða aðdragandana falli Íslandsbanka eldri á, sem sagt, í lok sem hvað ég segja hérna á þriðja áratug síðust aldar og allt það vesinni í raun og veru og Landsbankamálið þarna og svona sem var þarna að þá þetta bara alveg gegnum sneitt með Íslendinga að alveg frá heimastjórninni, maður skoðar hérna, sér þetta með Hannes Hafstein, hvernig hann ræður frænda og másinn og svona ýmislegt í sem sagt allar stöður. Hann ansi grimmur á því, hann ræður bara sem sagt sína vini og þetta bara, ég veit ekki hvort það byrji neitt sérstaklega með honum eða hvort þetta í blóðinu á íhaldsmönnum, en Davíð Oddsson tók mikið, Hannes sér mikið til fyrirmyndar og dáðan mikið og svona goðsaga Hannesar Hólmsteins 20-öldina sem hann fekk að búa til fyrir ríkisútvarpið var eiginlega það að öldin fæddist með Hannesi og með Davíð sem að voru svona tveir stólpar sem að héldu utan öldina. Já, ég held að og margt með ég segi Hannes en þá var hann ekki góður stjórnmálamaður, hann sérstaklega náttúrulega ekki síðust árin og sá sem eiginlega tók við á hann, Jón Magnússon, hann var nú ekki betri sko og íhaldsflokkurinn allur sem stjórnaði í raun og veru öll stríðsárin þarna í fyrra stríði og í raun og veru alveg út fram til 1927 að þetta alveg skelfilegt tímabili í ríkisfjármálum, mikil verðbólga, fólk kemur mjög illa út, verkalýðsfélögin eru alveg hræðilega, þau eru ekki stofnuð, eða mjög mikið af verkföllum og já, verðbólgan alveg svakalega þarna 22 og 23 og þetta bara skelfilegu tími sem verður að rekja meira og minna til stjórnsýslu Hannesar Hafsteins, að miklu meiri hluta. Mikil spilling. Mjög mikil spilling. Herðu, Jóhannes, það kemur fyrir í ritgerðinni, ef ég maður rétt, ég las það fyrir nokkrum árum, að það hérna umræðan eftir stríð hvalrekaskatt, af því að það svolítið verið að ræða það verið að setja hvalrekaskatt út alla Evrópu og það hefur komið svolítið inn í íslenska umræðu núna, hvort það sé rétt að setja hvalrekaskatt til dæmis á bankana, út af háum vöxtum, að þeir séu að taka raunverulega inn ógnar gróða af skattahækkunum Seðlabankans, eins að stórútgerðin sé í fádæma góðari nú aftur núna og það séu hugmyndum að setja hvalrekaskatt. Þetta var raunverulega gert eftir stríðið að setja skatt til þess að ná inn stríðsgróðanum, að hann myndi, að það voru fáir sem að náðu honum, að hann myndi deilast jafnar út í samfélagið. Þetta var sett en það varði einhvern veginn ekkert úr innheimtunni vegna þess að það var svona eiginlega kerfisbundið senkað og þannig að þegar að skattur var svo endanum innheimtur og þá skilaði hann eiginlega litlu. Er þetta rétt endursögn af mér? Já, þetta er nákvæmlega svona, hann settur þarna á, það er gífurleg skattsvik, þau fara alveg upp í 40-45% af ríkistekjuna eða sem tekjum hins opinbera á stríðsárunum, skattsvikin. Þannig að það eru alveg svakalega og þetta fyrst og fremst út af því að útgerðarmennirnir hafa alla peningana út í Bretlandi, fyrst og fremst þeir sem svíkjum það skatti. Og þegar það er kölluð til svo kölluð hagfræðinganefnd og sem leggur til að það fari fram eignakönnun og það er svona kannski skemmtilegt fyrir fólk að vita það að upp frá í þessari eignakönnun verður til nafnnúmerið sem margir muna eftir og muna sitt eigin nafnnúmer og líka nafnskírteinið, það kemur þarna fram í þessari eignakönnun og hún stendur þarna 47-48 og grundvöllurinn að henni vegna þess að
bæði Norðmenn og Danir hefðu sett á eignakönnun og sett á út af því að tæla að taka þessa svokölluðu sem sagt peninga sem nasistar hefðu komið undan og þannig að þetta voru sett í sem sagt þeirra fyrirmynd og sem sagt hérna var það átti að beinast fyrst og fremst að útgerðarmönnum sem notuðu þennan rosalega gróða til að kaupa upp land og laxveiði ár og allt mögulegt og þegar skatturinn var sem sagt tekinn settur á síðan og sem sagt loksins komst upp það þá og það var í raun og veru Ólafur Björnsson og Benjamin sem kom með það frumvarp hvernig þetta yrði gert síðan þá verður í raun og veru mjög lítið af því vegna þess að framsóknarmenn settu það sem skilyrði að útgerðarmenn slippu. Þannig að þegar upp var staðið þá beindist þetta fyrst og fremst að kaupmönnum og Guðmundur Guðmundsson í Víði, hann fór með þetta fyrir mannréttindanefndina á sínum tíma. Þetta fyrsta mál sem Íslendingar fara með fyrir mannréttindanefndina í Strasbourg sem fyrirrennari mannréttindadómstólsins. Og þetta Guðmundur tapaði þessu máli en sem sagt þeim fannst þetta nú ansi skrítið eða maður rétt þarna mikið rætt þetta mál á göngunum í Strasbourg. En sem sagt þegar maður skoðaði þetta og þetta gekk í raun og veru alveg svona hér milli loka 7. áratugarins þá þetta voru 2 mál því að vinstristjórnin setti líka á svokallaðan hvalrekaskatt líka aðeins öðruvísi að þá innheimtist mjög lítið og margir sluppu vegna þess að það var gleymt að fara með sem sagt innheimtu bréfin og víxlana sem viðkomandi útgerðarmaður átti að borga til þinglýsingar svo dæmi þannig að þeir sluppu við það að borga. Þannig að það var í raun og veru mjög lítið sem innheimtist af þessum skatti og það var þannig haldið utanum þetta að það var til þess að menn slippu. Já, það var fyrst og fremst það var mjög illa haldið utanum þetta. Það liggur nú alveg ljóst fyrir og líka vegna skattkerfisins vegna þess að svo kallaða reikna endurgjald eins og við þekkjum núna nú mikill umræðu líka. Það kemur ekki inn í skattalögin fyrir með lögum númer 40 1978 og fram að þeim tíma voru útgerðarmenn þeir reiknuðu sér ekki neitt, þeir bara tóku bara eitthvað að dósamatnu sem átt að fara á bátana og oljuna og allt þetta og lifðu eins og greifar og borguðu enga skatta. Og það urðu mjög mikil mótmæli víða út af þessu. Það sem fólk var að mótmæla í rauninni, hvernig ákveðnir útgerðarmenn komust upp með að ganga á svig við skattalögin en lifa eins og greifar. Þannig að þetta ekkert nýtt sem við heyrum núna en sem sagt, þannig að þetta gerði að verkum að það svolítið erfitt það þýðir ekki að leggja á hvalrekaslatt eða svona gera ýmis konar lagfæringar nema skatteftirlit og öll stjórnsýsla sé í raun og veru í föstum skorðum og sé miklu betri en hún því annars lenda þessar auknu þessi aukna skattheimta og lendir þá bara á Jón og Gunnu þessu venjulega fólki. Sem að hafi ekki tækin til þess að komast hjá því að borga skattana sem að stórfyrirtækin og stóreigna fólkið og hinnir auðugustu hafa. Þau hafa miklu fleiri tæki til að komast hjá því að borga skattana en venjulegur launamaður hefur bara engin tæki. Engin tæki, það akkurat, alveg saman þessu. Skattsvik eru skattur sem að lendir á venjulegur launafólki. Algjörlega. Herðu, Jóhannes, þessi ritgerðin var kannski getum við sett eitthvað link á hana inn á samstöðina og vísa fólki á að lesa hana. Mér fannst hún vera frábær lesning og svona
maður nú lesi margar ritgerðir sem að menn skrifa í háskólanum, en mér fannst þessi vera bara hún opnaði svolítið nýja sýnin í 20. öldina, en þú hefur ekkert starfað við þetta, Jóhannes, þú ert landflotta þarna á Bretlandsskaga. Jú, ég starfaði við þetta ég var í skatteftirliti hjá Indriða á sínum tíma, ég þekki fram að hrunni, eins og maður segir. En núna ertu ekki, heldur það að sé samingi milli efnisins sem þú aldrei að skrifa í háskóla og að þú sért ekki að starfa kannski við það sem þú ventaði við? Alveg örugglega. Það er svo erfitt að segja það, en það er tilvikið sem þú hefur að það að þú skildi vel þetta efni og ganga svona vel frá því að það hafi eiginlega lokað mörgum hurðum fyrir Jóhannes Sveinbjörn Karlsson. Alveg örugglega. Það held ég mig alveg fullyrða það. Já, þetta er ekki fallegt samfélag sem við eigum. Nei, því miður, og þetta er nú ansi marga sem hafa gert eitthvað svipað og hafa svipað sög að segja, sem hafa verið of duglegir, eins og maður segir, eins og með Guðmund Skaftason, of duglegur og í sinni vinnu, og þá lendir fólki svona aukast skattsvikin og þjóðfélagið. Það eru viðbröðin. Já, það eru viðbröðin. Þegar einhver bendir á skattsvikina þá er hann fjarlægur en skattsvikin halda áfram. Já, það er þannig. Það er líka önnur grein sem við Þórólfur skrifuðum í framhald af þessu í Nordic Tax Journal þessi skattsvik. Svolítið svona fórum aðeins ítarlegra þá í ákveðna þætti og það er allt í lagi að benda á hana líka í sjálfu sér, þá grein, sko. Fyrir þá sem hafa gaman að fræðast eða semst að afla sér upplýsingum þetta. Já, sem er mjög mikilvægt fyrir þá sem ætla að reyna að skilja Íslands samfélag, það er að skilja þennan hluta af því þarna erum við komin svona mjög nálagt svona valdamaskininu sem að stjórnar Íslandi. Algjörlega. Herðu, Jóhannes, ég þakka þér fyrir að gefa tíma að spjalla við okkur, við höfum eftir að heyrast seinna. Ég hvet fólk til þess að leita af samstöðum.is, að þá munum við setja inn ritgerðirnar tvær sem að hér hafa verið nefndar fyrir þá sem vilja kynnast þetta betur, en við segjum rauðaborðinu lokið í kvöld. Á morgun er helgispjall, þá sendum við út hérna klukkan 5 og það verður viðtal sem að verður aðgengilegt yfir alla helgina. Þá kemur Kristrún Frostadóttir, tilvonandi formaður, reikna ég með, Samfylkingarinnar, og ég ræði við hana pólitík. En takk fyrir í kvöld.